Góðan daginn, kæru FH-ingar, það FH TV sem heilsar ykkur enn og aftur. Ég í Kaplakrika og með mér stödd Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir, fyrirliði meistaraflokks kvenna, eða Le Capitaine, eins og frakkanir myndu segja. Ragnhildur Rósa, hvernig finnst þér tímabilið búið að vera hjá ykkur? Ertu ánægð með frammistöðuna? Heyrðu, ef þú hefði spurt mig að þessu svona föstudaginn, þá hefði ég nú getað sagt ég væri svona nokkuð sátt. En við áttum alveg skelfilegan leik á laugardaginn, þannig að ég get ekki sagt ég sé sátt við tímabili eins sem komið er, en þetta er svona, við höfum tækifæri á morgun að snúa blaðinu við. Finnst þér liðið hafa tekið framförum frá því í fyrra? Já, alveg gríðarlegum. Búin að stíga náttúrulega þetta næsta skref, það vantar dálítið upp á að náum að skriða eitt í viðbót sko. En jújú, mikla framfæri sín í fyrra og við erum búin að spila betri leiki. Við erum ekki búin að tapa leiki með 20 mörkum eins og við vorum að gera hérna í fyrra. Þannig að jú, mikla framfærir. 3 sigrar í Höfn enn sem komið er. Mun sá fjórði líta dagsins ljós á morgun? Já, ekki spurning. Ég held að við séum allar vel stemda fyrir leikin á morgun og því er ekkert annað en að klára það bara. Ef við tölum aðeins Fylkislið, þá hefur gengið þeirra verið nokkuð bröðsótt. Það eru unnu sinn fyrsta leik í síðustu umferð gegn Fram eftir að þeir höfðu mist þjálfara sinn. Hverju má búast við að þessu liði? Það er náttúrulega ákveðin hugarfarsbreyting einlega hjá þeim eftir að hafa mist þjálfaran og fengið nýjan. Og með einu sigri er náttúrulega komið sjálfstraust í liði, þannig að þær komið auðvitað dýrvillir svona morgun. Það er náttúrulega með gott lið og þetta er auðvitað ekki viðundar árangur hjá þeim í vetur. Þannig að við þurfum að passa okkur á þeim, það er ekki spurning. Nú eru 2 umferðir eftir fram að jólum. Heldur þú að það sé möguleiki, raunhæfur möguleiki fyrir ykkur að stefna á 4. sæti sem gæfi sæti í deildarbikarnum? Heyrðu, það er bara búið að breyta fyrirkomulaginu sérst út að Stjarnan er með Florentínu á EM. Þannig að Stjarnan spila ekki fleiri leiki fyrir áramót sem því að við erum bara búið að ákveða hvaða 4 lið verða í deildarbikarnum. Þannig að við höfum ekkert séns á því. Miður. Þetta eru hræðilega fréttir fyrir alla FH-ingar nær sem fjær. Ragnhildur Rósa, eitthvað sem þú vilt segja að lokum við stuðningsmenn FH? Bara koma að hvetja okkur á morgun, ef við þurfum á því að halda. Það þurfa á því að halda, þetta eru ágætis loka orð frá fyrirliðanum sjálfum og ég hvet alla FH-ingar til að koma í Krikan. Leikurinn hefst 19:30 og er sem sé á þriðjudagskvöldi. Það er gaman að horfa á stelpunar, þær eru mun sætari en strákanir og þetta er Jóhann Skagfjörð fyrir FH TV, over and out.